Góðan dag. Í þættinum í dag ætla ég að sýna ykkur smá græju sem ég smíðaði mér. Hún er til þess að testa brotþol eða höggþol prentefnis og ég setti hana saman hérna núna fyrir svona cirka viku og er búinn að vera beta-testa útgáfur og brjóta filament og svoleiðis og komast að bestu hönnuninni sem hentar fyrir mig. Þannig að kíkjum aðeins á það. Þannig að við byrjum með að skoða græjuna bara sjálfa og ég útskýri þetta aðeins fyrir ykkur og sýni ykkur smá klippu sem ég tók þegar ég var að brjóta prentefni. Þannig að við skoðum það aðeins hérna. Þá er þetta græjan hérna og hún byggist á því að setja prent sýnishornið hérna ofan í og það er sett hérna ofan í og læst hérna með þessum pinna hérna, klemmir það hérna fast. Þannig með svona smá mismunandi eða svona angul eða svona teipurt, ég veit ekki hvað íslenska orðið er það, má halla og það læsir filamentinu og svo lyfti ég hérna hamrinum, byrjaði að setja þetta niður hérna, í sýningur þetta betur eftir og svo fer hann hérna upp og slær efnið og þá fer þessi hamar hérna eitthvað ákveðið upp eftir hvað efnið er duglegt að stoppa hamarinn þannig mæli ég hérna á gráðunum eða prósentunum hvað þetta fer hratt. Þannig að þetta er græjan og þetta er bara smíðaður tvær hérna MDF hillur og bíkó og prentaði hlutir hérna sem stoppar hamarinn, nálin hérna sem sýnir hvað þetta fyrir langt og haldarinn hérna fyrir sýnishornið og hérna er svona vinkill sem bara stálvinkill og bíkó líka, þetta er allt bíkó, þessi vinklar og þessi stoppari hérna og svo er hérna svona smá grifja sem grípur sýnishornið sem það flýgur hérna út og stundum flýgur það aðeins herra og ég var búinn að gera hérna, ég var eftir að prenta það bara hærri útgáfu af þessu sem fer aðeins herra upp en stundum líka spýtist filamenti bara ef það lendir hérna á brúninni eða eitthvað þá spýtist það bara út í loftið. Þannig að það er svona allir gangur því hvað það endar stundum í hangin á mér. En svona lítur græjan út og ég ætla að sýna ykkur aðeins hérna bara hvernig ég teikna þetta í Fusion 360 þannig að við kíkjum aðeins á það. Þannig að hérna er ég með þetta og hérna eru allir hlutarnir sem eru í þessari teikningu og ég teiknaði alla hlutana. Það er allir boltar og rær og skinnur og skrúfur og það er allt saman hérna að teikna. Þannig að hver einasti hluti sem fór í þetta, hann er hérna og bakvið hérna líka og alls og leis. Og hérna er þetta að skoða bara nákvæmlega hvernig þetta er teiknað upp og þetta var svona skemmtilega æfing að hérna mæla upp eins og bara þess að mæla upp þessa vinkla hérna staðsetningar á þessum skrúfum hérna það eru ekki eins hérna og hérna þannig að sjá að þetta er öðruvísi hérna megin og hérna megin og þannig að þetta finnur því og sama með þessa bakvinkla þeir eru ekki eins hérna megin og hérna megin og ég vildi hafa þetta sem nákvæmast og svo er vinkillin sem er hérna inni hann þurfti að hafa mjög nákvæmana því að hérna eru skrúfurnar og þær þurftu að ganga hérna upp í þetta stykki á innanverðu. Þannig að þetta þurfti alltaf að vera nákvæmt og saman með skrúfurnar sem að fóru hérna í gegn, þær þurfti að fara inn í þetta stykki þannig að þetta þurfti að vera mjög nákvæmt til að smelli allt saman og þetta er mjög skemmtilega æfing að gera þetta þannig að ég hef mjög gaman að teikna þetta upp og finna hérna svona með skífumáli nákvæmlega staðsetningar á einhverjum hólum og göttum og svoleiðis og mæla þetta allt saman út og hérna er bakki sem ég seti sýnishornin í þannig að ég brýti annars vegar upprétt eða prentaði upprétt eða flöt þannig að þá flokkaði ég hérna onni þegar ég er að prenta þannig að og þið sjáu hérna niðri, hérna er sagan í gegnum þetta. Ég er ekki mjög skipulagður í Fusion 360. Ég hefði þetta búið til mörg svona komponenta eða svoleiðis. Þetta er allt saman bara eitt grautur í það og hérna er allar teikningarnar sem að liggja hérna bakvið. Þannig að þetta er ekki mjög skipulagt Fusion 360 en hérna er þetta farið tilbaka og það er svolítið óþægilegt þegar ég var að kannski editera þennan hlut þá ætti ég að finna hvar í tímalínunni ég var að editera hann þannig að þetta er ekki gott dæmi um Fusion 360 notkun ég þarf að vera meira skipulagður þegar ég tek svona aðeins stærri verkefni að mér en svona lítur þetta út en ég ætla að sýna ykkur stutt vídeo sem tók á símann mér bara hvernig þetta virkar þannig að
ég kíkja á það. Hakið hérna í, setja það hérna ofan í, læsi því með þessu hérna, þá fer það ekki upp úr. Svo setja ég þessa nál hérna niður og þessa hamarinn sé hérna við og setja hana niður þannig að hamarinn sé alveg við og hún fari eins neðarlega og þá er hann hérna í 100. Svo lyfti ég hamrinum hérna upp og svo sleppi ég og þá fer nálinn hérna upp og hún sýnir þá hversu sekt efni var eða hvernig höggþolið það er. Þannig að þetta er aðferðin sem ég nota og stundum fer sýnishornið sem brotnar af hérna ofan í en stundum spýtist það í burtu. Það fer svona aðeins eftir prentarnum, PLA-efni skýst yfirleitt út í buskan. En svona virkar þessi græða. Gleymdi hérna að sýna ykkur áðan en þetta eru prótótýpur sem að tilheyra þessu mælingaverkefni. Alls konar partar og prentaðir í hlutum og búið að fitta og ekki fitta og allavega. Þannig að þetta tilheyrir þessu að prótótýpa eitthvað, það er fullt af testpröntum. Og til að sýna ykkur aðeins hérna magnið af efni sem ég er búinn að brjóta. Þetta eru 3,5 kíló af alls konar prentefni og hérna, þetta er yfir 720 brot sem er búinn að fara í gegnum tækið og fyrst hérna, þetta eru 3 umferðir af hönnunarbreytingum og við hverja breytingu sem var svona major þá hérna, þurfti ég að gera allt aftur og ég ákvað að gera flest filamentin alltaf aftur og aftur til þess að finna svona frábrigði í mælingunum og það kom í ljós að ég var að lenda í hérna, svona allt í einu var eitt brotið allt öðruvísi en hitt og það gerði svona randomly hérna, hjá mér og þá kom í ljós þegar ég var að skoða þetta að þá vantaði mig hennar lás til þess að læsa filamentinu. Þannig að það var ekki að hoppa upp úr hólunni meðan að hamarinn flygi yfir það. Og ég mikla þakki til Stefán hjá CNC Kitchen. Ég var að ræða hann og sýndi honum þetta nokkur skipti og ræddi þetta fram og tilbaka við hann. Hann var að gefa mig góð ráð og græjan sjálf er svona eftirlíking að græju sem hann smíðaði sér og hún lítur allt öðru sér út en sama hugsun og hann hefur veitt mér svona innblástur í að koma þessi í gang þannig að hann á mikla þakki fyrir þannig að það var mjög skemmtilegt að vinna með honum og sína honum. Ég er búinn að senda honum örgulega 7-8 vídeoklippur og tala við hann á Twitter og fara og tilbaka sko. Þannig að það er mjög skemmtilegt. En nú ætla ég að sýna ykkur hérna svona smá niðurstöður úr þessu öllu saman. Þannig að ef við opnum hérna Excel-skjalið mitt þá er ég með hérna 17 filament sem ég er búinn að prófa og hérna er ég að flokka eftir gerð PLA, PLA Silk, ABS, TPLA, þetta er protopasta, PETG og nylon, carbon fiber og venjulegt nylon og hérna er framleiðandinn og liturinn og hérna er ég með meðaltal af mælingunum og mælingarnar eru svo hérna, standa upprétt og hérna flatt og svo er ég með meðaltal á hverju efni fyrir sig, þannig að ég er með það hérna líka skráð og hérna í súluritinu þetta er náttúrulega einn beng og biða þannig að ég get filterað hérna, ef ég bara filtera hérna í PLA þá fæ ég bara PLA efnin sem ég er búinn að prófa og þá kemur eitthvað svona súlurit sem að meikar meira sens og hérna er ég búinn að vera að bera saman hérna, mismunandi liti og mismunandi framleiðendur og þá sjáu ég hérna hvað þarna líka mikill munur á prentstyrknum eða þessum höggþolun eftir hvort að sýnishornið er prentað upprétt þannig að standa upp að endan eða hvort það liggi flatt á prentflitinu og það er miklu sterkara þegar það liggur flatt. Þannig að hérna sjáum við bara þessi prentefni sem ég er búinn að prófa. Ég prófaði hérna 3 liti með þessu Adnorth hérna EPLA bara til að sjá hvort það væri einhverjir stóri munur á litinu. Natural var greinilega lélegra en hérna grænt og silfur þannig að það er einhver eiginleiki sem að hérna, liturinn gefur og hérna er Torvel PLA frá 3D Plast og svo Prusament sem ég átti hérna líka þannig að svona get ég skoðað og hérna get ég berið saman eins og ég er með hérna PLA Silk og HT-PLA ef ég bæti því hérna við þá bætist það hérna í og hérna
ég þarf að laga þetta þannig að það fari ekki mikið pláss hérna fyrir hennar texta en þið sjáu hérna, en ég fækka þessu hérna aðeins aftur. Sett bara hérna Petty-gaurana. Þá sjáu þið hérna frávikin líka í þessari súlu hérna, þannig að eins og hérna mjög lítið frávik á milli sýnishorna og hérna aðeins meira frávik á milli sýnishorna. Þannig að það hérna, sýnir hvað hérna, mikið skekkja á milli sýnishorna og það getur verið bara út af smíðinni minni, að það sé ekki nógu nákvæm smíði og sé einhverju varians í hérna, því ég sveifla hamrinum. Og ef ég sveifla hamrinum 10 sinnum í röð án þess að vera með sýnishorn, þá fæ ég svona 3% cirka skekkja á milli hæðsta og lægsta gildis á hamrinum. Þannig að það er svona, má segja að skekkjumerkin séu svona 3% eitthvað svoleiðis og eins og með hérna PLA og Petty sem stendur hérna upprétt, þá er það mjög veikt og það er mjög erfitt að finna svona raunverulega mun hvort að þetta er 1,4 eða 1,9. Þetta er bæði ekki með mikið höggþol, sko. Þannig að þið sjáu hvernig þetta er byggt upp. Og ef við skoðum hérna aðeins fleiri efni, ef við tekum hérna ABS og nylon, ber þau saman, þá eru þau svona hérna. Hérna er ég með filamentum, glært filament, það er að koma mjög vel út. Og svo var ég átti hérna 8 ára gamalt ABS sem kemur líka mjög vel út í hérna flatt mælingunni. Og hérna er Nylon X sem er líka mjög gamalt og ég þurrkaði það í 6 klukkutíma og það léttist 2 grömm við að þurrka það. Og það hérna, var nú ekki búin að draga mikið raka í sér, en var líka í lókum poka. Þannig að þið sjáu hvernig hérna, nylon með carbon fiber er ekki sterkara, ekki höggþolnara en bara venjulegt nylon sem er ekki með neinu í sér. Það munar alveg tölvört mikið hvað höggþolið brotnar niður við það að setja carbon fiber. Og það er hérna, mikill misskilningur hjá fólki að halda að carbon fibers gerir efni sterkara. Það gerir það stífara, en það verður ekki með sterkari layer adhesion eða meiri höggþol. Þannig að það er svona misskilningur með carbon fiber og glass fiber að það sé endilega sterkara. Það er ekki rétt orði yfir það. Það er stöðuðra en ekki sterkara. Þannig að þetta er hérna, það sem ég er búinn að gera, og hérna er ég vel núna aftur hérna öll filamentin. Þá er með hérna meðaltal á milli efnanna. Það er bara að flokka meðaltalið fyrir PLA, PLA Silk, HT PLA, ASA. Ég var byrjaður að mæla það í prototípuferlinu, en svo kláraðist það. Þannig að ég á það ekki í lokaútgáfunni, en ég er að panta svoleiðis. Og ABS hérna, það er áberandi sterkt hérna liggjandi niður, og Petty carbon fiber og kemur ágætlega út hvað það varðar, en nylon líka, bara hreint nylon er töluvert sterkar en venjulegt, carbon fiber nylon. Þannig að svona er ég að byggja þetta upp, og hérna, svo er ég að mæla hérna grömm og þurrkun líka. Það hérna, ég er búinn að þurrka þessi filament miðað við hérna recommended þurrkunartíma og hita. Keypti mér græju til að gera það, og það er stuttur frá því að segja að það er afskaplega lítið breyting á því að þurrka þessi filament sem ég átti, en bæði nylon efnin hérna voru pökkuð inn í lokaðar umbúðir með desiccant pakk. Þannig að þau eru búin að geymast, þó að það sé mjög gömul, þá eru þau búin að geymast í góðum aðstæðum að segja. Þannig að ég er að prófa núna að setja það ekki í pokan aftur, til að láta það standa hálft árið eða eitthvað, eða mánuðið eða eitthvað, og prófa að gera þetta þá aftur og sjá hvað mikið raki er búin að safnast fyrir í efninu. En þetta er svona aukaæfingin sem ég er að gera. Þannig að þetta er ævintýrið sem ég er búin að vera í hérna síðustu 2 vikur. Ég er búin að prenta, eins og segi, 3,5 kíló og það tekur 4,5 til 5 tíma að prenta hvert sampul. Það eru 10 upprétt og 10 liggjandi sýnishorn af hverju prenterni, og ég er búin að fara 3 umferðir með flest efnana. Þannig að þetta er 3,5 kíló af prenterni og 750 cirka brot. Þannig að það er búin að vera nóg að gera hjá mér að prenta þetta farið. Ég er búin að setja prenta stað hérna dag og nótt eiginlega þetta farið. Ég ætlaði að ná þessu núna helgina, en ég kom þið ekki við, þannig að ég var ekki tilbúinn. Þannig að ég er að taka þetta upp núna á mánudegi. Þannig
Þannig er það, en ég vona bara því að við haft gagn og gaman að þessu vídeói og þakka fyrir mig og sjá ykkur vonandi bara aftur sem fyrst. Takk fyrir mig.